Halló, ég heiti Bent og frá gitarskóla.is ég fengi svolítið af fyrirspurnum undanfarið varðandi framhaldsnámskeið sem við erum með og fólk að spyrja hvort það sé rétt námskeið fyrir sig eða hvað verið að fara yfir á þessu námskeiði og mér langar til þess að bara að fara bara yfir það bara skref fyrir skref þannig að fáir ágætis yfirsýn þetta námskeið og hvort þetta væri mögulega eitthvað fyrir þig. Þetta eins og stendur hérna, þetta 8 klukkustundar námskeið. Það eru sem sagt 4 vikur sem við hittumst, 2 klukkustundir í viku. Þannig að það check þar. Og eitt með hljóman ásleis, eins og gripin, þetta námskeið það byggir á í rauninni grunnnámskeiðinu eða þá að fólk hafi eitthvað grunn fyrir eins og þú kunni, þú veist, helstu vinnukonu gripin svo kölluðu. Og það sem að, eins og skrifa hérna uppi, að förum yfir öll helstu þvergripin. Og hvað það? Það eru svona grip sem við getum spila bara út allt. Þannig að í staðinn fyrir að spila eins og edur svona, að þá eru komið þvergrip sem að náinn ættingi þessa edurs og getum fært það bara hinga og þangað hálsinn. Þannig að við erum komið alveg fullt af hljómum, við erum út frá þessu eina gripi, þessu þvergripi, þá erum við komið bara 11 hljóma í rauninni, með sama gripi bara færa það upp og niður. Og við förum yfir allar þessi helstu típur af því. Og þá opnast alveg heil katalóg af lögum sem við getum spilað, sem erfitt að spila með þessum vinnukonugripum eða kúrika hljómum eða skáta hljómum eða hvað sem viljum kalla þetta Þannig að þvergripin. Nú svo það áslátturinn að við erum að spila bæði með fingrunum, það veist svona eitthvað plokk eða þá eitthvað svona og svo náttúrulega nota gítarnögg líka. Og förum yfir alls konar svona tricks varandi það. Og svo náttúrulega svo mikilvægt líka að þó maður sé yfirleitt að spila með gítarnögl að maður verður að geta að spila líka með fingrunum því að það kemur að því að maður missi gítarnöglina og þá ekkert bara hægt að time out á alla og bara hljómsveitin þarf að stoppa því ég misti gítarnöglina. Það gengur ekki, þannig að við þurfum bara geta klára lagið þá til við náum í gítarnöglina og svo það bara líka svo misjandi eftir hvernig lagið hvort að við viljum nota gítarnögl eða fingur. Svo erum við að skrifa hérna mute og dempun og hvað það? Það í rauninni ef við spilum svona þá bara liggur hljómurinn hann deyr bara út þegar tóninn deyr sjálf sér. En dempun í rauninni að stoppa tóninn einhvern veginn. Og það getur verið, þú veist, eins og til dæmis við spilum bara eins og þarna, þessu til dæmis, þessu dæmi, þá hljómurinn spila bara örstuð. En við erum að gera svona áslátt í leiðinni. Og þetta skapar svolítið mikla dýpt í rauninni í músíkina. Það ekki bara eitthvað svona sem svolítið svona flatt, þannig við erum að gera og það getur verið líka dempun hérna eins og þessu tilfelli og líka hér og svona blanda af þessu það sem hérna mikilvægt að skoða og gaman að þú veist pæla í því að þetta eykur svolítið svona palettun hjá manni varandi túlkun, hvað maður vill. Lærum gítarhálsinn, hvað þýðir það? Þá þýðir það að við kunnum ákveðin þvergrip eins og til dæmis
þetta A hérna og það að því að þessi nóta hérna er A og þessi nóta hérna er fís, F hækkað þannig að þá getum við spila bara A-dúr hér og fís mól hérna eða þá bara, A-dúr hér físmól hérna er svolítið hátt en við getum spilað svona A-dúr hér, físmól hér þannig að við lærum hvað allar þessar nótur hér heita og í rauninni á öllum hálsinum það er mjög einföld lógísk aðferð sem við förum yfir en við leggjum sérstaklega áherslu á þessa tvo strengi, E og A-strengina það hjálpar okkur svo mikið varandi þörgripin þannig að ef við verum að spila eitthvað lag sem væri kannski bara við sjáum kannski bara hérna á einhverju, við erum að skoða eitthvað lag og það kannski stendur bara hérna sís, mól og A og svo stendur kannski bara E og B ok, hvað gerum við þessu upplýsingar? Við þurfum að vita hver sís er, sí hækkað og við vitum að sí er hérna þá er sí hækkað hérna sís og mól þá er þetta þörgrip og A-dúr þá vitum við það að hérna var A-dúr A-hljómurinn og tökum við A-þörgripið og svo kemur E ok, þá höfum við val við höfum alltaf val hvað við ætlum að gera og þá er til dæmis E-hljómur hér, E-þörgrip eða E hér og svo kemur B þá getur við A var hérna og A hækkað og B getur við tekið B þvergripi hérna eða þá bara B hérna og þá myndi þetta hljóma einhvern veginn svona sí-smól A E og B og óteljandi lög sem eru með þessu þannig að þetta er einn af kostunum við þvergripin að við getum gripið í eitthvað svona og spila á mismunandi stöðum og ef við erum að nota vinnukonugripin þá eru ekki með þessa hljóma eins og sís og B-dúr við erum bara B-sjönd og þá það er ekki það sama frábært capo það er bara svona klemma og það er rauninni stýttir hálsinn hjá okkur og ef við erum að spila eitthvað og segjum að við séum að spila í undir söng, við erum að syngja sjálf eða það er eitthvað söngkona eða eitthvað svoleiðis og þetta er bara of djúpt fyrir manneskuna og þá bara hérna skellum bara hérna kap og bara á eitthvað staðar, fjórðaband, þriðaband 1, 2, 3, fjórðaband hana og þá eru komið bara líka annað sound og svo er líka annað ef við erum að spila hljóma eins og til dæmis C-dúr hérna og myndum færa bara C-dúrinu upp töpönd og höldum hérna að opna G-strengnum hérna og þetta er absolutt hljómur sem við viljum fá að þá getum við bara gert það ef við erum að nota capo þannig í rauninni við að nota capo þá eru bæði að hækka og lækka lögin og við erum að eignast í rauninni nýtt hljóðfæri því að hálsinn er bara styttist og við fáum öðruvísi sound heyrðu, svo förum við alls konar lög og það eru við förum að nota hljómana við erum ekki bara að fara að læra hljómana heldur við að fara að nota hljómana og það er bara fullt af lögum og eins og hérna
og eins og Stand By Me líka og svo förum við alls konar takttegundir eða svona algengustu takttegundir það eru, þú veist, hvað ef að lag í 4/4, hvað þýðir það ef að lag í 3/4, hvað þýðir það 6/8 og það getur til dæmis bara verið eins og Stand By Me 1, 2, 3, 4 1, 2, það eru 4/4 3/4 er svona vals 1, 2, 3 6/8 er eins og Halleluja til dæmis 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 ok, svo seinast en ekki síst þá förum við alls konar hljóma sem eru ekkert endilega sem er bara töff, flottir hljómar og gaman að kunna og gaman að geta líka þú veist, nota þá til þess að skreita þá músík sem við erum að spila eins og til dæmis bara suðsljómanir, þeir eru alveg geggjaðir þannig eins og tökum til dæmis bara John Lennon, Woman og eða þú veist og við getum oft nota það þessa suðsljóman til dæmis ef að við sjáum til dæmis eins og A skrifa bara A og getum oft spilað sleppuðu bara þríundinni en þetta er svona það helsta varðandi framhaldsnámskeið og ef þetta er eitthvað sem að þú hefur heldur að hafi tengingu við þig þá endilega bara skráðu þig og bara hlakka til þess að sjá þig